Góðan dag. Heyrist í mér? Já. Mér langar að byrja á því að segja að ég var búin að búa til mjög fína og metnaðarfulla slædsýningu fyrir ykkur af listaverkunum hans sonar míns, en tölvan hér sennilega ekki nógu fullkomin fyrir það. Þannig að það virkaði ekki. En mér langar að segja bara góðan dag og það er dásamlegt að sjá allt þetta yndislega fólk komið hérna og bara fá að upplifa þennan dag. Og ég heiti Helga Björg og ég á 23 ára son og 11 ára dóttir og ég á 13 ára rússíbana líka. Rússíbani minn er skemmtilegur og hjartahlýr, hugmyndaríkur, listrænn, tölvu og teiknimyndasjúkur og hann er líka með geðhvörf ásamt dassi af ADHD, kvíða, mótþróaþroskuröskun og líklega ýmsu fleiru. Það að segja sögu okkar hér í 15 mínútna erindi er líklega ein stærsta áskorun sem ég hef staðið frammi fyrir og ég hef reynt ýmislegt, trúið mér. En ég ætla að reyna þetta. Nokkrum mánuðum fyrir upphaf skólagöngu drengsins míns bankaði kvíðapúkinn upp á. Óskarinn mínum kveið mjög mikið fyrir því að byrja í stóra skólanum. Kvíðinn braust út í miklum aðskilnaðarkvíða, áráttuhegðun, hræðslu við allt mögulegt og nagi. Og já, ég er að segja nagi. Hann nagaði heilu og hálfu flíkurnar. Hann nagaði neglur upp í kviku, leikföng og flest allt sem hann gat nartað í. Vorið fyrir skólagöngu komst hann loks í kvíðagreiningu. En út úr því kom að við skildum ekki hafa neinar áhyggjur. Þetta myndi ekki verða neitt vandamál. Og uppfull af bjartsýni byrjuðum við skólann. En cirka 2 vikum eftir skólabyrjun þá hrundi allt. Kvíðinn tók öll völd, áráttan jókst, trúðslæti urðu hans leið til að lifa daginn af. Fullkomnunar árátta, niðurrif, depurð og mjög miklar sveiflur. Allt þetta stundum á eina og sama klukkutímanum. Rússíbaninn okkar var farinn af stað. Við foreldrarnir þurftum flesta morgna að sannfæra hann að hann væri ekki fárveikur og síðan þurftum við að halda á honum oft viti sínu fjær út í bíl og inn í skóla. Þar tók við dásamlegt stuðningsbatteri sem strax var sett af stað, þó svo að samkvæmt öllu þá ætti drengurinn okkar engan rétt á stuðningi, enda ekki með neina greiningu. En Laugarnes skóli var lukkan okkar og þar fékk hann strax stuðning við hæfi. Tíminn leið og áramót var komið að greiningu hjá skólasálfræðingi. Niðurstaðan var að hér væri típist ADHD tilfelli að ræða. Ég var ekki sammála þeirri niðurstöðu, en eftir baráttu, svefnleysi og rússíbana ástand síðustu vikna samþykkti ég lyfjagjöf, enda tilbúin að prófa allt sem gæti hjálpað fallega drengnum mínum. Lyfjameðferð hófst og allt fór á hvolf. Oflæti og mjög furðuleg hegðun sem til dæmis lýsti sér í smábarnahjali og tiltektarbrjálæði sem sumum þætti kannski bara fínt en var það ekki. Og nokkrum dögum seinna var lyfjagjöf við ADHD hætt, þar sem að sýnt var að það var ekki að gera neitt til aðstoðan. Nú tekur við langur tími lyfjatilrauna sem flestar höfðu engin eða verri áhrif. Allra ráða var leitað. Listmeðferð, heimsóknir til geðlæknis, kvíðanámskeið, óteljandi umbunarkerfi, hrós, jákvæð, athygli, allt gert til að ýta undir sjálfstæði og sjálfstraust. Og við fengum meira að segja aðstoðin og heimilið í formi hjúkrunarfræðings. Þetta var tímabil þar sem að rússíbaninn var í algjöru aðalhlutverki og við dinglandi með að reyna að beisla kraftinn. En svo kom dagurinn þar sem að sonur minn fór í sitt fyrsta stóra maníukast. Við foreldrarnir vorum ekki alveg meðvituð það hvað var að gerast á þeim tíma. En nokkrum vikum síðar small allt. Þetta gerist 2 mánuðum fyrir 8 ára afmælið hans. Þann 8. febrúar 2010 ætlaði besti vinurinn að halda upp á afmælið sitt. Síðustu vikur á undan höfðu einkennst af mjög mikilli depurð. Rússíbaninn okkar var í lægð. En eins og alltaf hjá okkur, þá var lífið og kvíðinn
tekin á hnefanum og í afmælið skyldi drengurinn fara. Eftir að ég hafði lokkað hann út í bíl með aðstoð Guffa bánsa, sem á þessum tíma var sérlegur hjálparsveinn hans, við erum að tala um risastóran Guffa, sem hafði tilfinningar, talaði og skildi rússíbanan minn best af öllum. Í heilt ár fór hann ekkert án hans. Krútlegt en samt ekki svo krútlegt. En aftur í bílinn. Alla leiðina í Keiluhöllina þar sem að gleðin átti að eiga sér stað, grét drengurinn minn. Hann var skelfingu lostinn. Hann kunni ekki Keilu og hann kunni rauninni ekki neitt. En ég svaraði tilbaka stanslaust. Þú getur prófað, Óskar. Og svo líka hægt að vera í klappliðinu og það pizza. Allt gert til að kvíðinn myndi ekki vinna. Þegar í Keiluhöllina kom, mættu okkur yndislegir foreldrar afmælisbarnsins. Við hringjum bara Helga mín ef þetta verður eitthvað vesen og ef ekki þá bara skutlum við honum heim eftir afmæli. Og ég fór heim með áhyggjur en samt nokkuð róleg. Rúmum 2 klukkutímum síðar birtist herra Óskar heima í forstofu á hæðsta tindi tilverunar, brosandi út að eyrum sem gladdi okkur ósegjanlega mikið þar sem við höfum ekki séð brosið hans mjög lengi. Hann hafði nefnilega ekki bara verið góður í Keilu, hann hafði verið frábær í Keilu, eiginlega bara langbestur og enginn nokkur tíman á Íslandi eins góður. Þetta kvöld náði ég honum niður úr skýjunum miðnætti. Þá hafði hann talað og teiknað stanslaust í cirka 3 klukkutíma. Uppi á vegg heima hjá okkur mynd sem að minni mig á þetta kvöld. Dagsetningin 8. febrúar 2010 skrifuð á bakhliðina. Annars myndi ég áreiðanlega ekki muna þetta. Þarna nokkrum dögum síðar loksins komið að innlögn á legudeild BUGL og ítarleg greining átti sér stað. Rússíbaninn var á fullu og hæðirnar og lægðirnar höfðu sjaldan verið eins ýktar. Við vorum svo heppin, segi ég, að eftir endalaus viðtöl og útfyllingar á spurningalistum hafði læknirinn, sem var annar en okkar venjulegi læknir, kjark til að gefa okkur sína greiningu. Greiningu sem þótti mjög umdeilt á 8 ára gömlu barni, en enginn vafi léki á að væri rétt. Drengurinn okkar væri með geðhvörf eða tvílinda lyndisröskun. Ég varð ekkert hissa, enda hafði ég blaðað í bækling nokkrum dögum áður og við lesturinn liðið eins og ég væri að lesa rússíbanan minn. Bæklingurinn var geðhvörf. Nú tók við langt ferli í innlögn á BUGL þar sem allt var reynt til að koma jafnvægi á. Það tókst að nokkru leyti en ég hef því miður ekki tíma til að fara yfir það tímabil hér. Því að nú komið að draumunum. Þegar ég hugsa tilbaka og kíki í dagbækur sem ég hélt, þá stundum skil ég bara alls ekki hvernig við lifðum af. Það greinilega frábær eiginleiki hvað við erum fljót að gleyma. Og þegar ég hugsa allar brotalamirnar og úrræðaleysið, þá verð ég stundum líka endalaust þreytt í sálinni. Staðreyndin sú að þegar barnið manns veikist á geði, þá einhvern veginn ekkert, nema kannski endalausir biðlistar, símtöl, barátta og fjársvelt barna- og unglingageðdeild. Við fórum bara heim og þurftum að byrja að berjast, búin á líkama og sál. Við þurftum að berjast fyrir liðveislu sem hann átti sannarlega rétt á, 25 klukkutíma á mánuði, til að sigrast á kvíðanum, æfa sig í félagslegum aðstæðum og fá frí frá okkur, sem var kannski það mikilvægasta. En nei, því miður, það enginn til að sinna því. En ef þið þekkið einhvern sem til í starfið, þá ráðum við hann strax, var svarið á þjónustumiðstöð. Og þá fórum við í það að finna fólk í vinnu fyrir Reykjavíkurborg. Þetta á auðvitað aldrei að viðgangast. Eins með stuðningsfjölskyldur sem eru lífsnauðsynlegar til að allir fái örlitla hvíld. Við þurftum líka að útvega þær. En komum aftur á draumunum. Mig dreymir að barnið mitt sem með geðsjúkdóm hafi alltaf sama lækni, hvort sem hann í innlögn á BUGL eða á göngudeild BUGL.
Það tók mig þó nokkur tíma að sannfæra okkar annars yndislega lækni það að geðhvörf væri sannarlega rétt greining. Ég fór að sannfæra hann það. En þar sem hann hafði ekkert komið að málum drengsins míns í innlögn og ekkert komið að greiningu á innlögn, þá var líklega mjög skiljanlegt að hann væri ekki alveg að kaupa þessa greiningu. Mig dreymir að fordómar víki og að við ræðum geðsjúkdóma barnanna okkar eins og við ræðum sykursýki, ilsig eða bara hvaða sjúkdóm sem er. Við ákvaðum strax að vera mjög opinská. Póstur var sendur á alla foreldra og opin umræða átti sér stað. Ég sannfærð að það besta leiðin, enda mætti okkur eingöngu umburðarlyndi, skilningur og stuðningur. Og Óskar vissi að hegðun hans var oft vegna sjúkdómsins en ekki vegna þess að hann væri ómögulegur. Ég myndi samt aldrei nokkur tíman gagnrýna það fólk sem ekki tilbúið til að vera opið við strax eftir greiningu. Þetta ekkert grín að standa og segja hlutin eins og þeir eru. Mig dreymir líka aukinn stuðning fyrir systkini og að þau gleymist ekki í öllu fjörinu. Ungfrú Sigrún Birta lærði fljótt að stundum þurfti hún að sleppa skemmtilegum ævintýrum af því að bróðir hennar var veikur. Hún þurfti að læra að fara ein eða með öðru foreldri á allskyns viðburði. Og síðast en alls ekki síst lærði hún að hlaupa inn í herbergi sitt og loka að sér þegar átök urðu og hlutir flugu. Hún lærði að þola ástandið, eitthvað sem ekkert systkini á að þurfa að læra. En hún lærði líka að elska rússíbanan og vissi að hann elskaði hana. Mig dreymir líka stuðningsfélag sem gæti komið og veitt aðstoð, til dæmis inn á BUGL þegar greining liggur fyrir. Við fórum bara heim, auðvitað með BUGL á speed dial, en samt einhvern veginn alveg ein í heiminu. Það hefði verið ómetanlegt að vita af fólki í sömu sporum eða kannski nokkrum sporum á undan sem gæti veitt upplýsingar og sýnt skilning. Oft langaði mig að gefa drenginn minn á tombólu og sjá hann aldrei aftur. Og ég sagði þetta stundum upphátt og fékk samviskubit. En þessar tilfinningar eru svo eðlilegar í miðjum tilfinningarússíbanunum og orkuleysinu. En svo staðreyndin auðvitað svo að ég hefði aldrei nokkur tíman vilja vera ánans og ég elska hann út fyrir endamörk alheimsins. En það nauðsynlegt að geta rætt opinskátt við fólk í sömu sporum. Og síðast en alls ekki síst, þá á ég mér risastóran draum. Ég á mér risastóran draum kerfi sem tala saman og ganga í takt. Síðustu mánuði ég búin að ganga í gegnum erfiðasta tímabilið í lífi rússíbanans. Ég hafði í gegnum tíðina verið stuðpúðinn sem tók við allskyns tilfinningum og að gott var að ráðast á. En hér var komið nýr kafli. Hótanir líkamsmeiðingar, átök og andlegt ofbeldi jókst dag frá degi og í kjölfarið fylltist drengurinn minn vanmætti og sorg yfir hegðun sinni sem hann hafði engin ráð til að ná stjórn á. Og einn dag í desember fyrir tæpu ári síðan settist ég niður, blá og marin eftir átök. Allt í einu gerðist það að ég hugsaði hingað og ekki lengra. Þarna áttaði ég mig á því að ég var komin í ofbeldissamband við son minn. Sonur minn, dóttir mín og ég áttum rétt á betra og hamingjuríkara lífi. Ég ákvað að hann yrði að fara af heimilinu tímabundið. Það yrði að höggva á þennan vítahring. Til framtíðar væri það eina lausnin fyrir alla, ekki síst rússíbanan minn. Í mjög stuttu máli þá upphófst ótrúlegt ferli. Það sem ég upplifði drengi minn sem heita kartöflu sem kastað var á milli kerfa. Heilbrigðiskerfið sagði hann ætti heima í velferðarkerfinu og öfugt. Engin úrræði virtust vera til þar sem að við vorum svo heppin að kvíðinn hans hafði hamlað því að hann væri komin í áhættuhegðun eða neyslu. En baráttan skilaði árangri eftir að ég hafði fengið vini, nágranna, lögreglu, skóla til að tilkynna ástandið á heimilinu til Barnaverndar Reykjavíkur.
Ég meira segja tilkynnti sjálfa mig. Ég skil bara ekki að þetta sé í alvörunni eina leiðin til að fá aðstoð, en í raun og veru þá er þetta eina leiðin. Í dag, tæpu ári eftir að ég bað aðstoð, er drengurinn minn loks kominn í yndislega sveit, þar sem hann fær tækifæri til að finna gleðina sína og ná jafnvægi í lífi sitt. Og við mæðgur fáum tækifæri til þess að hlaða batteríin okkar sem löngu voru orðin tóm. Allt það sem við gengum í gegnum á síðasta ári er í reynslubankanum og er efni í heilan, risastóran fyrirlestur. Ég vil að það sé alveg á kristaltæru að ég hef eingöngu mætt yndislegu þolinmóðu fólki í þessari rússíbanaferð. Og trúiði mér, ég hefði sjálf oft verið búin að fá nóg af mér. Ég er nefnilega mjög góð í að hringja, biðja fundi og bara hafa sterkar skoðanir. Ég hef mætt þolinmóðu og yndislegu fólki sem í algjörlega fjársveltu umhverfi reynir af bestu getu að bjarga fjölskyldum eins og fjölskyldunni minni. En nú er komin tími til að girða sig í brók og vinna að forvörnum. Ég hefði gert allt til þess að þurfa ekki að standa frammi fyrir þeirri erfiðu ákvörðun sem er líklega erfiðasta ákvörðun sem ég mun þurfa að taka í mínu lífi að senda drenginn minn frá mér. Og ég hef oft spurt mig, hefði verið hægt að hjálpa okkur fyrr? En raunin er sú að það er ekkert úrræði til. Það er engin skammtímavistun sem eingöngu er hugsuð fyrir geðsjúk börn. Og nei, þá er ég ekki að tala barna- og unglingageðdeild sem mér var mjög oft bent á að væri úrræði. Sagan ætti að hafa kennt okkur það að geðdeild er ekki langtíma úrræði. En að lokum, ég trúi því að draumar geti ræst og ég er tilbúin til að taka þátt í alls kyns uppbyggingu í kringum geðsjúku börnin okkar sem eru, þegar öllu er á botninn hvolft, fyrst og fremst börn sem eiga skilið frábæra framtíð, fulla af hamingju, tækifærum og reisn. Takk fyrir mig og njótið alls þess sem lífið gefur ykkur.